Hæ Embla, hvenær opnar Laugardalslaugin? Í dag Laugardalslaug á Sundlaugarvegi opin frá 6:30 til 22:30. Embla frá Miðeind fyrsta aðstoðarappið fyrir snjallsíma sem hægt að tala við á íslensku og fá svör á íslensku. Embla kann að svara ýmsum tegundum spurninga, svo sem fréttir, veður, vegalengdir og strætó. Hún getur umbreytt mælieiningum og gengið gjaldmiðla, svo eitthvað sé nefnt, og hún alltaf að læra eitthvað nýtt. Okkur manneskjunum ekkert sérstaklega áskapað að nota lyklaborð og skjá. Í flestum tilvikum þægilegast fyrir okkur að tala og hlusta, að nota röddina til tjáskipta. Þannig að það stórt stökk fram á við að geta talað við stafrænan aðstoðarmann í snjallsímanum, spurt spurninga, pantað vörur eða beðið þjónustu í töluðu máli. Þetta þurfum við Íslendingar auðvitað geta gert á okkar eigin tungumáli, íslenskunni, og þar kemur Embla inn í myndina. Embla notar margs konar máltækni, til dæmis talgreiningu og talgervil, en einnig greiningu og þáttun og texta til að skilja spurningar og útbúa svör á rétt fallbeygðri íslensku. Hvað ert þú? Ég tölvuforrit. Eins og Embla segir sjálf, þá hún tölvuforrit eða hugbúnaður. Við tengjumst henni með því að sækja henni í Apple App Store eða Google Play Store verslun og hlaða henni niður í snjallsímann okkar sem vélbúnaður. Þetta algengt fyrirkomulag í dag að framleiðendur hugbúnaðar og vélbúnaðar séu ekki endilega fyrirtæki sem tengjast. Hins vegar geta framleiðendur vélbúnaðar sett utanaðkomandi hugbúnaði ýmsar skorður og þá getur borgað sig að smíða eigin vélbúnað utan hugbúnaðinn. Við hjá Reon í samstarfi við Miðeind að smíða vélbúnað utan Emblu. Okkar hlutverk í samstarfinu að hanna og smíða frumgerðir til að hægt sé að ákvarða bestu útfærsluna og í framhaldinu að velja framleiðanda og hafa yfirumsjón með framleiðslu vélbúnaðarins. Reon helst þekkt sem hugbúnaðarhús en við höfum í gegnum árin tekið að okkur tækniverkefni sem vinna með hugbúnaðargerðinni eins og til dæmis Embluboxið. Upp á síðkastið hafa svo hugbúnaðar og vélbúnaðarverkefni verið að tengjast sífellt meira, þar sem að samspil þessara tveggja verður mikilvægara í okkar daglega lífi. Reon rekur einnig lítið verkstæði, sérstaklega ætluðu til frumgerðarsmíðar sem heitir einmitt Frumgerðin. Hún opin öllum frumkvöðlum með vélbúnaðarhugmynd sem þeir vilja koma í verk. Við þessa frumgerðarsmíð notum við 3D-prentara á skrifstofun okkar. Það leyfir okkur að prófa nýjar hugmyndir mjög hratt því að það tekur hálfan sólarhring að prenta nýja frumgerð. Sem þýðir að ef ég fæ hugmynd í dag, þá get ég prófað hana á morgun. Til dæmis gátum við notað þennan kubb til að sjá hvort að við getum látið ljós skína í gegnum plastið til að mynda ákveðið mynstur. Hér gefur svo að líta nýjustu útfærslun okkar. Hæ, Embla. Hvað klukkan? Klukkan 14:17. Hver forsætisráðherra Íslands? Forsætisráðherra Íslands Katrín Jakobsdóttir. Þið sjáið til dæmis að það engin göt á boxinu. Það vegna þess að boxið sjálft hátalari. Veggirnir á boxinu hristast til að mynda hljóðbylgju. Götin ofan á boxinu þannig ekki ætluð til að hleypa hljóði út, heldur eingöngu til að hleypa hljóði inn. Undir þessum götum staðsettir 6 hljóðnemar sem grípa raddskipanir að utan og geta meðal annars ákvarðað úr hvaða átt hljóðið kemur. Íslenska okkur öllum hjartans mál. Íslenska þjóðtunga Íslendinga og sameiginlegt mál okkar allra. Með örum tækniframförum keppast þjóðir allan heim við að standa vörð þjóðtungu sínar og að þær nýtist í tölvum og tækjum. Það skylda okkar sem samfélag að efla íslensku svo við getum notið hennar til framtíðar á öllum sviðum samfélagsins. Það því lykilatriði að hægt sé að tala íslensku við tækin. Við tölum íslensku á ólíkan hátt og tækin þurfa að skilja okkur öll. Börn, ungmenni, eldri borgara og fólk með annað móðumál en íslensku. Með máltækni fyrir íslensku stigu stjórnvöld nauðsynlegt tímamótaskref til að tryggja varðveislu og framtíð íslenskrar tungu. Afurðir sem þessar dæmi hvaða möguleikar fyrir hendi í samvinnu varðveislu, nothæfi og aðgengi að íslensku með hjálp tækninnar. Framundan spennandi tímar og ljóst að við munum sjá fjölbreyttar afurðir þökk sé þeirri áætlun sem sett hefur verið. Höldum áfram að nota íslenskuna, að þróa hana og þroska, notum íslenskuna saman með tækninni alltaf allstaðar. Sæl Embla, talar þú íslensku? Já, kæri notandi. Eins og þú heyrir þá tala ég íslensku. Það frábært.
Það veit ég ekki.